Þú fara yfir í hérna feminisman. Þú hefur vakið mikla athygli á netinu fyrir gagnrýni þína á feminisma og ég bara spyr nú svolítið vítt. Á hverju þessi gagnrýni fyrst og fremst byggð? Sko, ég gagnrýni á feminisma. Ég náttúrulega að gagnrýna ákveðna grein feminismans. Og ef þú skoðar svona aðeins orðræðuna og það sem hefur verið að gerast meðal þeirra sem að kenna sig við feminisma á Íslandi, þá sérðu að það eru svona kannski tvær megin áherslur. Já. Það annars vegar þetta sem að ég hef kallað borgaralegan feminisma, sem snýst í rauninni dálítið það að gera fleiri konum kleift að taka þátt í kapítalismanum, að koma fleiri konum til valda og í stjórnunarstöður. Og ráðin sem á að beita til þess eru kynjakvótar og svo það koma á jafnréttisfræðslu í skólum. Já. Hin áherslan, að hún það sem að ég hef kallað nærbuxnafeminisma og mörgum hefur fundist það mjög móðgandi. Nærbuxnafeminisma? Já, ég nota það orð svona vegna þess að mér finnst þetta ganga miklu lengra heldur en eitthvað svona anti-porn. Þetta gengur alveg svo langt að það eru stöðu skrif það að konur ekki vera að fjarlægja kynhár og það er rosalega mikill áhugi á því að bjarga konum úr vændi, hvort það hafa beðið slíka þjónustu eða ekki. Þannig að bara allt sem að gerist ofan í mínum brókum, sko, það kemur einhver fólk út í bæ einhvern veginn við. Staðgöngumæðurinn, það nú eitt dæmi, sko, að þá að bjarga konum frá því að taka ákvörðun sinn eigin líkama. Það þeir maður ekki gerast staðgöngumæður nema einhverju feministar samþykki það. Mér finnst þetta alveg bara sjúkt. Og það þessar tvær áherslur. Annars vegar að koma sér flestu konur til valda og hins vegar að í rauninni að takmarka kynfrelsi kvenna. Í rauninni það að stjórna því með valdboði, hvað konur gera við sinn líkama, að þetta tvennt sé ég ekki sem einhverja baráttu gegn því sem að feministar kalla feðraveldi. Ég sé þetta bara sem einhvers konar tilfærslu innan þess. En þú talaði að þetta sé á ferðinni nýtt kennivald. Já, einhvers staðar sagði ég það. Það í rauninni, það sem að gerast það að það að verða til nýtt kennivald. Áður fyrir að þá voru það trúarstofnanir sem að skilgreindu allt siðferði. Já. Og það voru líka trúarstofnanir sem að höfðu á höndum allt líknastarf. Svo hefur þetta smá sem að verða að breytast og í dag að þá mikið svona líknastarfi komið yfir til grasrótarhreyfinga og stofnana. Og til dæmis Kvennaathvarfið og Stígamót. Þetta eru svona einhver svona stofnanir sem byrja sem grasrótarhreyfingar og hafa gert margt mjög gott. Já. En það sem að gerast að þessar hreyfingar, þessar grasrótarhreyfingar eru svona smá saman að yfirtaka orðræðina. Ekki umræðina, getur það ekki. Nei. En svona orðræðina, skilgreiningarnar á því hvað hvað. Skilgreiningarnar á því hvað kynferðisofbeldi, hvað feðraveldi. Þetta smá saman að svona færast yfir til þessara hreyfinga og leið að þá svona siðferði. Það ekki lengur kirkja sem skilgreinir það, heldur eru það þessar hreyfingar sem skilgreina siðferði. Og ég held því fram að þarna sé að verða til nýtt kennivald. Áður var það kirkjan sem að sagði til hvernig kynhegðun fólks ætti að vera. Já. Og stóði því að bjarga eimingjum. Núna það þessar ágætu konur sem að kenna sig við feminisma. Já. Ásamt fleirum náttúrulega, en ég hef kannski lagt mest áherslu á feminisma. En til dæmis klámvæðing, það náttúrulega eitt lykilút að gera klámvæðing og mann sjá klámvæðingu víða og hún ekki vandamál? Ég hef nú alltaf sett bæklingur frá Reykjavík daginn sem ég sá það sem verið að tala um klámvæðingu frá mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur. Er þetta ekki próblem? Maður hefði nú haldið það. Það gefið nú til bæklingur klámið á vinnustöðum borgarinnar, það maður haldi kannski að væri mikið vandamál.
En ég var svolítið hissa þegar þessi bæklingur kom út, því að mér finnst kannski það að uppræta klám á vinnustöðum Reykjavíkur kannski ekki vera brýnt mannréttindamál eins og það að sinna málefnum hælisleitanda eða fatlaðra eða útigangsfólks, eins og Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur líka gera. Já. En þegar maður skoðar það sem Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur hefur verið að gefa út núna síðasta árið, þá áherslan á jafnréttismál kynjanna og sérstaklega á allt sem við kemur kyn og klámi. Nú þetta er kannski stærsta dæmi þessi bæklingur og ég var fyrst ofsalega hissa því hvaða vinnustaðir eru það í Reykjavík þar sem er svona mikið klám? Eru það skólarnir? Eru það leikskólarnir? Og ég var samt ennþá meira hissa þegar ég sá viðhorfskönnun sem var gerð á síðasta ári hjá Reykjavíkurborg meðal starfsmanninnar. Það var verið að spyrja ýmislegt en eitt af því var kynferðisleg áreitni. Já. Hvort að fólk hafði orðið fyrir kynferðislegri áreitni í vinnunni. Og þessi viðhorfskönnun kemur út núna í janúar 2011, þannig að hún kemur út á undan bæklingnum og þar kemur fram að af þeim sem að svöruðu að þá eru það 0,27% sem að segjast hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni í orðum og 0,2% sem að segjast hafa orðið fyrir líkamlegri kynferðislegri áreitni. Þannig að við erum að tala 2-3 per 1000 sem að verða fyrir einhverju slíku og já, ég spyr byrju af hverju var þessi bæklingur gefin út? Ef að 2-3 per 1000 verða fyrir einhvers konar kynferðislegri áreitni í vinnunni, er það ástæða til þess að halda því fram að vinnuumhverfi Reykjavíkurborgar sé gegnsýrt af klámi? Er ástæða til og því haldið fram? Því haldið fram í rannsókn sem að höfundur þessa bæklings, Thomas Brorsen Smith gerði. Hann gerði einhverja úttekt á klámi á vinnustöðu Reykjavíkurborgar og allavega í þessari ritgerð sem er svona undirstað þessa bæklings, þá er þessu haldið fram að það sé bara gegnsýrt af klámi. En ég spyr aftur, er klámvæðingin ekki vandamál? Nú tala með klámvæðingu alls staðar í fatnaði ungra stúlkna, í menningunni, alls staðar í kringum okkur. Já, er hún vandamál? Við þurfum þá kannski bara fyrst að hugsa hver er vandinn. Nú er því stundum haldið fram að allt þetta klám auki til dæmis kynferðisofbeldi en það er ekkert sem bendir til þess að kynferðisofbeldi hafi aukist og það er ekkert sem bendir til þess að kynferðisofbeldi sé minna í löndum þar sem að konur eru kappklæddar, þannig að ég efast stórlega þetta. Það er heldur ekkert sem að það er heldur enginn sem hefur getað sýnt fram á það að áhorfa á ofbeldiskvikmyndir skili sér í fleiri líkamsárásum. Þannig að þessi tenging virðist vera dálítið óljós. Já. Og það getur vel verið að þessi klámvæðing þyki vandamál vegna þess að hún sé ekki smekkleg. Já. Það getur vel verið. Já. Og við skulum þá bara gagnrýna á þeim forsendum. Við skulum ekki gagnrýna á þeim forsendum að hún auki ofbeldi meðan er ekkert sem bendir til þess. Þú staðið eru að það sé engin tengsl þar á milli. Sýndu mér gögnin bara. Ég hef ekki séð það. En vændi, nú höfum við farið þá leið á Íslandi að banna vændiskaup eins og í Noregi. Er vændi í lagi að þínu mati? Já, það getur vel verið að vændi sé ekki í lagi. Það getur vel verið að það sé það ekki. En ef vændi er ekki í lagi, þá er kaffiframleiðsla heldur ekki í lagi. Þá er súkkulaðiframleiðsla ekki í lagi. Þá er byggingariðnaður ekki í lagi. Það er þrælahald og meira að segja mikil barnaþrælkun í mjög mörgum greinum, í mjög mörgum iðngreinum. Og ef við ætlum að taka á þrælkun og nauðungarvændi með því að banna frjálst vændi, þá hljótum við að taka á þrælahaldi í kakórækt og kaffirækt á sama hátt. Er það ekki? Með því að banna súkkulaðikaup. Það er ekkert að fara að gerast. Þannig að ég myndi segja, mér finnst frjálst vændi ekkert verið neitt vandamál sjálfu sér. Ef að mér dettur í hug að hafa tekjur á lauslæti mínu, á hverju má ég það bara ekki? En sumir þetta alltaf fram að maður sé að þeir sem að
að þeir sem að selja sig séu alltaf að gera það út af einhverju nauðung. Já, sú er kenningin. Já. Það er kenningin, sko, á þeirri forsendu er verið að banna vandiskaup. Á þeirri forsendu að þetta sé alltaf nauðung. Nú, í fyrsta lagi þá er það ekki rétt. Það eru til samtök fólks í kynlífsþjónustu bara víða heim fólk sem er frjálst og vill bara fá að vera í friði með sinn business. Það til. Þannig að þau rök halda ekki vatni. En jafnvel þótt það væri. Ættum við þá að banna vændisköp? Ættum við þá ekki reyna frekar að finna þessa glæpamenn sem að standa fyrir því að neyða konur í vændi? Jú. Ég hefði haldið að það væri kannski svona eðlilegri nálgun. Ég er þeirra skoðunar að frjálst vændi sé bara allt í lagi. Ég vil bara gefa það frjálst. Ég vil reynda líka hafa spilavíti og lögleiða kannabis og ýmislegt svoleiðis, sko. Þú vilt að fólk sé beri þá ábyrgð á sjálfum sér eða hvað? Já, ég vil að fólk beri ábyrgð á sjálfum sér, ég vil það. En það er annað mál sem að þú hefur verið að skrifa sem er kannski líka svona dálítið erfitt og viðkvæmt og það er varðandi nauðganir og nú er uppi sú kenning að lögreglu og yfirvöldum takist mjög illa að rannsaka og dæma í nauðgunarmálum og þú hefur talað að það sé þarna uppi krafa öfuga sönnunarbyrði, að sönnunarbyrðinni sé eiginlega snúið við og hvað meinar með því? Sko, já, ég meina bara hreinlega það að krafan sem liggur undir og það sem hefur líka gerst í öðrum löndum er svo að það sé slaka á sönnunarbyrði og ég held reyndar að við séum þegar farin að slaka mjög mikið á sönnunarkröfum í kynferðisbrotamálum á Íslandi og ég er hrædd að það gangi of langt eins og það hefur gert við annars staðar. Við heyrum mjög oft þessa kenningu að ástæðan fyrir því að svo fáar konur kæri nauðganir sé svo að þær upplifi aðra nauðgun af hálfu réttarkerfisins. Já. Og ég held að ef það er rétt, ef að konur upplifa aðra nauðgun af hálfu réttarkerfisins, þá hefur eitthvað mikið farið úrskeiðis vegna þess að reglurnar eru í lagi. Ég skal alveg trúa því upp á lögregluna að þar séu stundum vafasöm vinnubrögð og þar sé kannski eitthvað sem að þarf að skoða betur, en það vil ég hafa eftirlit með þeim. En ef kynferðisbrotadeild lögreglunar fer eftir þeim reglum sem að gilda það hvernig eigi að taka á nauðgunarmálum, að þá er það ekki framkoma og viðmót sem að konur verða fyrir þar sem að veldur þegar vil ekki kæra. Nei. Og það er ekki rétt sem oft hefur verið haldið fram að það sé nánast útilokað að fá nauðgara sakvelda. Það er mjög hátt hlutfall mála sem að fer aldrei fyrir dóm. Það er mjög hátt hlutfall. Já. Og það er alveg rannsóknarefni. En það eru þegar mála annað bara fara fyrir dóm, þá eru miklu fleiri sektardómar sem falla heldur en sýknadómar. En er þetta ekki, þetta er náttúrulega alltaf vandamál í svona málum, því það stendur bara oft orð á móti orði. Já. En þurfum við þá ekki þarf þá ekki að beita einhverju ráðum til þess að glæpamennirnir séu dæmdir? Jú, ef við erum tilbúin til þess að taka þá stefnu, fara þá leið, að taka áhættu á því að saklausir menn verði dæmdir fyrir glæpi sem að þeir framtaki. Þá gerum við það. Þá slökum við á sönnunarkröfunum. Já. Ef við erum ekki tilbúin til þess að senda þig í fangelsi vegna þess að einhver kona upplifði eitthvað sem þú upplifðir ekki og upplifði eitthvað ofbeldi þess að var ekkert ofbeldi, þá höldum við okkur við það óréttlæti að það sé bara fullt af sekum mönnum sem gangi lausir. Mér finnst þetta óbúslega leiðilegt. Ég hef ekki patentlausn, en ég vil frekar að sekum maður gangi laus heldur en að saklaus maður sé dæmdur fyrir eitthvað sem hann gerði ekki. Já. Þú varar við því í yfirskrifinu að það sé dæmt eftir einhvers konar áfalla mælikvarða eða? Já, það er uppi krafa það að andlegt ástand konu sem að kæri nauðgun verði að fullgildri sönnun. Já. Og áfallastreituröskun er eitt af þeim einkennum sem að koma mjög oft upp í þessum málum
konur sem að ganga í gegnum nauðgun fá oft einkenni áfallastreituröskunar og það alveg sjálfsagt að taka tillit til þess. En ef við ætlum að nota það sem fullgilt sönnunargagn, þá held ég við sem komin alltaf ofboðslega hálan ís. Því að áfallastreituröskun getur stafað af ýmsum atburðum. Áfallastreituröskun í sjálfu sér ekki sönnun fyrir því að nauðgun hafi átt sér stað. Hún bara sönnun fyrir því að manneskja sem áfallastreituröskun, ekki neitt annað. Nú hefur verið að gagnrýna ýmislegt, þú ert að gagnrýna ýmislegt sem nánast rétttrúnaður í samfélaginu. Hefur þú fundið fyrir því að hefur verið skömmuð mikið fyrir það? Nei, miklu minna heldur en ég hef átt von á, sko. Ég fæ ofboðslega mikið einkapósti. Það eru mjög margir sem að svona vilja helst ekki tjá sig opinberlega og ég hef fengið mjög mikið einkapósti frá fólki sem að sko er ánægt með að þessi rödd skuli koma fram, að skuli einhverjir segja það sem mjög margir að hugsa. Feministar hafa gagnrýnt mig fyrir það að vera með þessari umræðu að rétta nauðgurum sko einhverja réttlætingar upp í hendurnar. Og ég hef hugsað mikið það hvort ég sé að gera það. Ég hef tekið það afstöðu að sko ég ber ábyrgð á orðum mínum, ég ber ekki ábyrgð á útúrsnúningum eða rangtúlkunum með einhverja fávita. Og ég ætla ekki að láta það þagga niður í mér þótt að einhverjir asnar og ofbeldismenn kjósi að nota mig sem réttlætingu fyrir því að gera eitthvað af sér. Ég ætla ekki að gera það. Ég hef hvergi nokkuð staðar réttlætt kynferðisofbeldi, aldrei. Og þó að ég vari við því að þessari þróun sem sagt að kynferðisofbeldi sé endurskilgreint, að slaka sig á sönnunarkröfum og jafnvel að sönnunarbyrðin sé sett yfir á þann sem er kærður, að þá er ég ekki þar með að réttlæta kynferðisofbeldi, alls ekki. Hvað meinarðu með því að kynferðisofbeldi sé endurskilgreint? Sko krafan sem er uppi og hún liggur ekki bara undir svona í umræðinni, heldur hefur komið fram lagafrumvarp sem ég held að sé nú reyndar eitthvað 3 ár síðan það var sem það kom fyrst fyrir, það var aldrei verið afgreitt. En samkvæmt þessu lagafrumvarpi að þá á að skilgreina nauðgun sem eitthvað allt annað heldur hún er í dag. Í dag er skilgreiningin í lögunum nokkuð skýr og mér finnst hún vera réttlát. Það er nauðgun ef að manneskja getur ekki spornað við verknaðinum, hvort sem það er vegna ölvunar, svefndrunga, þroskaskerðingar eða fötlunar eða hvað það er. Það má ekki beita hann eins konar nauðung. En flutningsmenn þessa frumvarps, þessara tillögu, vil ég í rauninni taka skilgreininguna út úr lögunum og skilgreina þetta í greinargerð, þennan verknað nauðgun sem sko út frá upplifun þess sem verður fyrir því. Og þau vilja sem sagt að það verði litið á það sem sönnun ef að andlegt ástand konunnar bendir til þess að eitthvað hræðilegt hafi komið fyrir hana. Já. Og að orð þolandans fá miklu meira vægi heldur en er í öðrum málum. Þannig að þessi krafa um að nauðgun þýði ekki lengur það að sé ráðist af manneskju eða það að hún sé á einhvern hátt beitt nauðung, heldur bara það að hún sé svona ekki til í þetta þó hún hafi ekki sagt neitt og sé kannski ekki ofboðslega miður sín eftir á. Þar er verið að endurskilgreina kynferðisofbeldi og ég er mjög skeptísk á það, verulega. En á ekki einhvers konar, er ekki þörf á einhvers konar þarna er kvennabarátta, hún er komin í þennan farveg. Hún snerist náttúrulega, hefur farið ýmsar leiðir, um tíma var hún mjög tengd baráttu verka kvenna og baráttu fyrir bættum kjörum og svo kemur eiginlega þetta sem þú nefnir, þessa borgaralegu aðferð að vera pælís í hverjir komast í stöður í samfélaginu og þetta. En á ekki kvennabarátta, er ekki þörf á kvennabaráttu? Það er alveg full þörf á því að skoða staðalmyndir og kynhlutverk og það er full þörf á því að skoða hvernig karlar tala niður til kvenna og hvernig konur tala niður til karla og það hallar ekki bara á konur, það hallar líka á karla. Það er
full ástæða, það er mjög áhugavert að skoða þessa svona kynja togstreitu. En kvennabarátta sem er farin að snúast það að skerða mannréttindi annarra, það er ekki barátta sem ég vil kenna mig við, engan veginn. Og þarna er eiginlega svona hræðilegasta birtingarmynd þess, finnst mér, ef við verið að búa til farveg fyrir öfuga sönnunarbyrði. Ég held ég geti bara ekki hugsað mér neitt óhugnarlegra í kvennabaráttu heldur en það.